Leikfélag Keflavíkur kynnir. Hvað gerir taugaskurðlæknir þegar hann kemst að því að hann eigi son á mikilvægasta degi hans á ferlinum? Af hverju Grettir sig? Hvað ætli konan að segja? Hvað Páll Óskar að gera þarna? Hver Loftur? Þetta og svo miklu meira. Beint í æð, sýnt í Frumleikhúsinu. Miðasala á tix.is. Komið sæl og verið velkomin í vikulegan þátt Suðurnesja Magasíns frá sjónvarpi Víkurfrétta. Í þættinum hittum við tónlistarmann og fyrirverandi sjómann sem býr yfir magnaðri lífsreynslu. Heyrum af nýjum vef þar sem sjáum á allt frístundir á Suðurnesjum og loks förum við í golf innandyra í nýjum golfhermi. Spennandi efni næsta hálftíman frá okkur. Við hefjum þáttinn með Margeiri Vilhjálmssyni, kylfingi og golfkennara. Kylfingar á Suðurnesjum hafa tekið fagnandi nýjum golfhermi í húsnæði bílaútsölunar á Ásbrú. Margeir Vilhjálmsson, golfkennari, þar í framlínunni og býður kylfinga velkomna í nýja og skemmtilega græju þar sem hægt að spila heimsfræga golfvelli eða taka æfingu í flottri aðstöðu golfstúdíó á Ásbrú. Við hittum Margeir og spurðum hann út í þessa nýjung á Suðurnesjum. Þetta bara græja sem gefur mönnum góðar upplýsingar sveifluna, höggin. Og svo þetta náttúrulega svona bara tölvuleikur. Menn hafa mjög gaman að koma, skemmta sér og spila golf. Nýjustu fréttir eru þær að það séu 30-40 golfhermar á höfuðborgarsvæðinu. Þetta séu bara mjög vinsæl tæki þessa dagana. Já, þetta það var að opna frábær aðstæða hjá GKG. Fyrir voru golfklúbburinn og nú golfsvítan og golffélagið. Og þetta komið víða höfuðborgarsvæðið og mjög vinsælt sem frábært. Aðstæða sem hefur greinilega vantað og svo náttúrulega allir heima. Hvað fer maður 18 hólur eða hvernig svona tæknin í þessu og hvernig praxísin? Koma 4 saman eða allt í boði? Já, þetta í rauninni 2 saman eru svona rétt tæplega 1,5 tíma að spila 18 hólur og 4 saman svona í kringum 3 klukkutíma. Og svo þetta bara skemmtun og menn spila, það hægt að spila náttúrulega puntakeppni, höggleik. Og það hægt að púta eða láta herminn púta fyrir sig, þá velur forritið bara fyrir því hversu mörg pút þú fóst með eða hvað þú var staddur á flötinni. Þannig að það spilar þetta svona hver eftir sínu nefi og svo náttúrulega eins og hingað bara fólk mikið að koma í 45 mínútur, slá bara eins og eina fötu á æfingasvæði. Við erum að selja boltakort eða tímakort, 5-skiptakort. Þar sem að menn koma þá frekar hingað í 45 mínútur en að slá 100 bolta á æfingasvæði úti. Þannig þetta að stilla herminn bæði að spila eitthvað golfvöll og eins sem æfingasvæði? Já, þú getur verið með bæði velli og æfingasvæði og svo koma menn stundum bara og eins og maður myndi segja hlaupa nokkrar hólur. Það svona spurning hvort við förum að setja hlaupabretti svo menn geti náð þess alveg til fulls. Þetta IMBA-próf, auðvelt fyrir mann að mæta? Það bara að kenna mann einu sinni á þetta? Já. Þetta bara þannig, þeir búið að kenna þér einu sinni að þá þetta ekkert mál. Og það sem gaman og gleður okkur mjög mikið að það að koma fólk á öllum aldri. Og eldri kylfingar mjög duglegir að láta sjá sig og það finnst okkur frábært. En þessi hermar í dag orðnir mjög tæknilegir. Hvað getur þú sagt okkur það? Þetta að lesa nákvæmlega hvað maður að gera, hvað maður að gera vitlaust, hvað boltinn flýgur og svo framvegis? Já, þú sér flugið á boltanum. Hraðan á kylfunni, stöðun á kylfunni, boltahraðan, á hvaða gráðum hann fer í loftið og svo framvegis. Þannig að fyrir nördana alveg hægt að fara í svona nitty-gritty í þessu en svona fyrir meðalkylfingin þá myndi ég ekki tapa mér í tölunum. Heldur svona að reyna að vinna í grunninum og meta þetta út frá bara lengd og stefnu aðalega. Það mikilvægt fyrir mann að halda sveiflunni í gangi í veturinn og það voru náttúrulega komin æfingasvæði á höfuðborgarsvæðinu úti eins og þú þekkir náttúrulega best Básar og Hraunkot. Þetta búið að vera vinsælla svona núna í kófinu? Já, þetta náttúrulega þessa aðstöðu hefur bara svolítið vantað og það sem að kannski sparkar þessu svolítið að stað líka knattspyrnuhús sem var byggt í Garðabænum og þar að leiðandi fór golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar nýja leið og byggði glæsilega hermaaðstöðu og það hefur svolítið svona kveikt í þessu og það bara gaman.
þetta var komið til Íslands fyrir árið 2090 og eitthvað, voru menn með herma og þeir voru vinsælir. Svo einhvern veginn svona hálfpartinn dó þetta, kannski svolítið á þeim tíma sem að Íslendingar fóru að vera duglegri við að fara til Spánar í golf og svona, þá dó svolítið hermamenningin. En hún hefur heldur betur komið aftur, bæði með því að við erum först heima og svo aðstæðan bara orðin miklu flottari. Og ég held að það sé menni í nóg inni, en það þarf að vanda aðstöðuna og gera þetta þannig að fólk vilji koma. Og það svona takast á þeim stöðum sem er búið að opna. Þetta vinsælt og þetta einhver staðar svona, menn með ekki taka þetta of alvarlega kannski sem golf. Þetta svona, þú getur kannski oft á þetta eins og að fara í keilu. Þetta svona keiluhöll golfara, en þetta skemmtilegt. Og kylfingar hafa tekið þessu vel og eru ánægðir með þjónustuna. Þið eruð að opna hérna í Reykjanesbæ við gamla svo kallað aðalhliðið inn á gamla Keflavíkur flugvöll. Þannig að Suðurnesjamenn ánægðir að vera komnir með nýjustu gerð af hermi. Já, það bara frábært, þeir hafa tekið mjög vel og við erum rosalega ánægðir með viðbrögðin sem við höfum fengið, mjög þakklátir fyrir það og fólki finnst gaman að koma hingað. Þetta svolítið vinsælt, Jóni, þetta herma golf. Já, allir ekki að geta komið inn á veturnar og leikið sér. Æft sig. Það þó nokkuð mikið að íþróttamenn úr öðrum greinum sé að koma í golfið eftir að hafa hætt í öðrum greinum. Já, það virðist vera svona, menn fara í golfið, það tekur golfið við. Sérstaklega margir úr fótboltanum og körfunni sem hafa farið eftir ferilinn, dæmt sér í golfið. Þetta svona aðeins hægara og gott að gera þetta á eldri árum. Þannig að sérðu hermana fyrir þér notaða yfir sumartíma jafnvel líka þá til æfinga eða kennslu? Já, bæði æfinga og kennslu sérstaklega. Og svo náttúrulega er fínt að koma í þetta líka bara þeir leiðilegt sumarveður, en svo líka það mjög gott að kenna í hermi, finnst mér. Það svona öðruvísi svolítið afslappaðara andrúmsloft. Og hægt að vinna í svona meiri tækniatriðum með kylfingnum bara honum sjálfum sveiflunni. En fólk sem kemur inn í kennslu finnst það frábært. Og þetta bara svona, já, og við erum mjög ánægðir með hvernig tekist við til allavega með þetta rými. Við settum mikið pening í að það púttflöt, alvöru púttflöt og þannig að þú getur komið hérna og æft í rauninni allar hluti golfleiksins. Frístundir.is ný frístundasíða sem upplýsingavefur fyrir allt það frístundastarf sem í boði á Suðurnesjum fyrir alla aldurshópa. Rut Sigurðardóttir, deildastjóri frístundadeildar Suðurnesjabæjar, stýrði þessu áhugaverða verkefni. Við vildum gera nýja vefsíðu sem væri aðgengileg og auðvelt að finna hvað í boði. Var það svona aðal hugmyndin að sýna framboðið á einni síðu? Já, af því fólk og krakkar að sækja frístundirnar á milli sveitarfélaga og bara aðgengilegast að hafa þetta allt á einu stað og já. Hvernig gekk vinnan? Hún gekk bara mjög vel og allir sammála mikilvæga þess að hafa þetta svona aðgengilegt og bara mjög fínt og við erum ótrúlega ánægð með útkomuna. Þetta mjög mikið framboð. Það eiginlega bara fátt sem ekki í boði í rauninni á Suðurnesjum, getum við sagt það? Já, við getum sagt það. Það mjög fjölbreytt framboð og fyrir alla aldurshópa. Þannig að að gera að skoða síðuna vel og ef maður með eitthvað sem í boði og ekki inn á síðunni að endilega koma sér í samband við okkur þannig að við getum bætt í við. Markmiðið líka kannski svona að hvetja til hreyfingar, getum við sagt það? Að sjálfsögðu. Þeir sem standa að því að þessi vefsíða fór í gang var samráðshópur heilsueflandi samfélag á Suðurnesjum
og við erum markvisst að vinna að því að efla heilsu íbúa hérna á Suðurnesjum. Og það er einmitt einn hluti af síðunni sem heitir útivist og samvera, þar sem við erum með alls konar hugmyndir af stöðum og verkefnum fyrir fjölskyldur til að efla sína heilsu eða vera úti í náttúrunni í samveru. Já, þið eru með öll sveitafélögin inn í þessu. Er það algengt að fólk sé að sækja svona á milli sveitafélaga? Já, það er mjög algengt, sérstaklega minni sveitafélögin af því að framboðið er náttúrulega mest hérna í Reykjanesbæ, en það er líka dæmi hitt, þannig að það er bara mjög jákvætt að vinna saman að þessu. Og ég sé á síðuna að þetta er alveg aldursskipt, einnig er hægt að skoða hvert og eitt sveitafélag fyrir sig, hvað er í boði þar. Þannig að það er út að segja að þetta er höfðað til margra og það hefur náttúrulega verið markmiðið eitt af þeim. Að sjálfsögðu. Við viljum bara að hver sem er íbúi hérna á Suðurnesjum, alveg saman hvað aldrei, geti farið þarna inn og fundið sér eitthvað skemmtilegt að gera. Það sé við hans hæfi. Þannig að markmiðið er að hafa bara allt sem er í boði fyrir alla aldurshópa á Suðurnesjum þarna inni. Það sem að geta að við fengum styrk frá sambandi sveitafélaga á Suðurnesjum. Þetta er hluti að aðgerðaráætlun hjá þeim varðandi vaxandi Suðurnes. Þannig að þau styrktu þetta verkefni og það var ástæðan fyrir að við gátum framkvæmt að þessu tímapunkti. Matti Óla er lífsreyndur sjómaður og olíuflutningabílstjóri, en hann er að gefa út sína 3. hljómplötu 20. febrúar. Þann dag eru 30 ár liðin frá því að Matti Óla lenti í miklum sjávarháska undir Krýsuvíkurbjargi. Það er misjafnt í hverju við mannfólkið lendum í á lífsleiðinni, en það er óhætt að segja að Marteinn Ólafsson eða Matti Óla sé einn þeirra sem hafi marga fjöruna sopið, vægast sagt. Tilefni viðtals við sandkenningin sem nú keyrir stóran olíuflutningabíl landið og mundar gítarinn sem aldrei fyrr var þó útgáfa 3. hljómplötu kappans, en hún heitir Borgargarðurinn. Útgáfudagurinn er 20. febrúar, en þann dag eru nákvæmlega 30 ár síðan honum og fleiri skipsfélögum var bjargað úr miklum sjávarháska undir Krýsuvíkurbjargi. Matti hefur sjálfur bjargað mönnum úr sjávarháska, en svo hefur hann lent í fleiri erfiðum málum eins og það að tapa aleigunni eftir bankahrunið, lenda í hjónaskilnaði og missa son. Í þessum þætti ætlum við að heyra meira tónlistana hjá Matta og stuttlega þessi erfiðu mál, en ætlum að gera þeim betri skil síðar. Ósköp venjulegur dagur, allt í stökustu ró. Betti, borð og stól og herbergi hljóm. Sitt við gluggann, læt mig dreyma komandi góðæri, fallegri heim. Í forgrunn er litla, grænmálaða húsi sem stendur undir gafli á álskemmunni stóru. 20. febrúar 1991 var Matti Óla kokkur á bátnum Steindóru GK sem strandaði undir Krýsuvíkurbjargi. Matti lýsir aðstæðum þar sem skipverjar voru í brúnni milli vonar og ótta björgun, en aðstæður voru gríðarlega erfiðar. Þarna voru við kannski til að lýsa svona í grófum dráttum hvað það er sem gengur á. Aflið er svo mikið að þú stendur ekki undir því. Þú bara kólnar niður, þegar höggin koma, þá bara gefur líkaminn sig. Og þú bara kólnar niður bara eins og degi. Og það var ekkert, þú gast ekki haldið þér, það var ekki nokkuð möguleiki. Þú varst að reyna að skorða þig einhvers staðar af. Og það var það sem við gerðum. Og við horfðum á járnið í skipinu, bara að rifna eins og pappír fyrir augunum á okkur. Hvar voruð þið í skipinu? Flettist í sundur. Við vorum upp í brú. Já. Og það var náttúrulega
gríðarlega margt sem gekk á meðan á þessu stóð og brotin gengu yfir okkur hvert á fætur öðru og náttúrulega brotnaði allt sem brotna gat, brúin fylltist af sjó. En sem betur fer þá komumst við í flótgallana, leið og við komumst upp í brú, þá komumst við í flótgallana sem að ná að halda á okkur hita, sem að hjálpar okkur að halda krafti. Sko. Því það gengur gríðarlega fljótt á orkuna við svona kringumstæður. Sko. En þetta, ég veit að maður getur ímyndað sér að tíminn eflaust lengi að líða við svona aðstæður, en björgunin gekk hratt fyrir sig, var það ekki? Jú, þegar að til kom, þá gekk hún mjög hratt fyrir sig og þetta er alltaf mjög margt sem gengur á þarna og eitt af því sem gerist er að við náum að senda út neyðarkall áður en allt rafmagnslæðir út á skipinu og svo líður tíminn og við vitum ekkert hvort einhver hafi heyrt neyðarkallið og ég vonandi á aldrei aftur eftir að upplifa svona tilfinningu. Þarna áttaði maður sig á því að maður var hólpinn. Og þeir hífa mig upp í þyrluna og kom mér borð. Og svo ég sitt þarna og þeir eru að slaka ólunni niður aftur og sækja næsta skipbrosmann sem er Vigdís. Og ég er að fylgjast með þeim á meðan ég ligg hérna á gólfinu. Í þyrlunni? Í þyrlunni. Þetta var, ég veit ekki, þetta var ótrúlegt að fylgjast með. Maður sér þetta ekki í nokkru bíómynd eða nokkuð skapaðan hlut. Sko. Þeir voru svo einbeittir að hálfa væri nóg. Sko. Og þyrlan, hún hreyfðist ekki fet. Hún var bara kjur, nákvæmlega. Og manni fannst, eins og ég sagði á hann, manni fannst maður geta snert bjargið. Já, það er varla hægt að ímynda sér þessar erfiðu aðstæður en nú förum við aftur til ársins 1987, 10. október, en þá var okkar maður hinum megin. Það er að segja að bjarga 2 skipverjum á trillunni Birgi R.E. utan við Sandgerði. Bróðir Matta var skipstjóri eins og í Krýsuvíkur óhappinu, en þeir bræður voru þá á bátnum Reyni GK með fleirum. Hér heyrum við stutta lýsingu hjá Matta á aðstæðum frá björguninni við Sandgerði. Og hann næri að setja hendina ofan í hringinn, hann var hann svo máttfarinn að hann gat ekkert meir. Og við náðum mjög varlega að toga hann til okkar, þar sem hann hékk í hringnum og við náðum að koma höndum á hann. Og við náðum að koma hann með borð, en þegar sagt er að menn verða þungir þegar þeir blotna, það er engin lygi. Sko. Við vorum 3 kallmenn á besta aldri, við áttum fullt í fangi með að koma kallinum borð. Sko. En það hafðist. En þá var Birgir, skipið, Birgir, hinum megin á hvolfi, hinum megin við okkur, og Svanur sjálfur hékk á skrúunni á bátnum. Hinn skipverinn? Já, hinn skipverinn. Og við snérum okkur beint að þetta gerist allt mjög hratt og við snérum okkur beint að því að reyna að bjarga honum. Og það tekst, við náum að rétt honum hringinn. Það er, skipið rekur alveg upp af flakinu og við náum að rétt honum hringinn, björgunarhringinn. Og hann næri að smokra hringnum utan um sig og við náum að toga hann til okkar. Hann ætlaði ekki að vilja sleppa bátnum. Við þurftum að kalla í hann margoft, slepptu bátnum, slepptu. Og svo sleppti hann á endanum og við náðum hann til okkar. En það var ekki allt búið. Þá áttum við eftir að komast út úr brimgarðinum aftur og upp í rennuna til þess að komast í land. Og á þessu augnabliki þegar við erum að snúa og fara inn í rennuna aftur, þá tökum við tvívegis niðri í brimgarðinum. Og það bara lemur alveg upp í skipið. En við komumst inn í rennuna aftur og að bryggju. Og þá beið þar sjúkrabílar og fólk sem tók á móti okkur og tók við mönnunum og annar þeirra var mjög máttfarinn og þetta var bara spurning sekúndur og ekkert annað.
Ég hef ekki spilað fyrir fólk í 12-13 ár síðan. Þannig að tíminn líður. En þá yfir í tónlistana hjá Matta Óla. Það mikið tónlist í fjölskyldunni, en hann einn 9 systkina sem öll eru fædd á Tálknafirði, en fjölskyldan flutti til Sandgerðis þegar Matti var 15 ára. Matti slasaðist í sjóslysinu undir Krýsuvíkurbjargi og gat ekki haldið áfram sjómennsku þó hann vildi það. Hann vildi hins vegar þróa áhuga sinn í tónlist. Og ég var heima, ég var frá vinnu lengi og svo einhvern veginn þróast málinn þannig að ég var eitthvað búinn að vera að tala við konuna um að mér er alltaf langað að læra á gítar. Alltaf blundaði mér að læra á gítar og hún var eitthvað þreytt á þessu röfli í mér og búinn að fá nóg á mér, hangandi heima alla daga. Og hún fer með Óla bróðir og þau fara í bæinn og þau kaupa gítar. Og hún kemur með gítarinn til mín og segir, hérna, Matti minn, farðu bara og lærðu á gítar. Það er engin afsökun lengur. Ég fór bara að læra á gítar. Það var bara þar byrjaði það. Þannig er ég 32 ára gamall. Já. Aldrei snert þú fann maður minn. Var búinn að blunda áhugi? Já, það er náttúrulega alltaf mikinn áhuga á tónlist. Alveg gríðarlegan áhuga. Og mikil tónlist í kringum mig alltaf. Og hérna, já, það var bara ekki aftur snúið. Þetta var, ég var mjög áhugasamur. Ég var mjög duglegur að æfa mig. Og þetta kom bara svona skref af skrefi, sko. Fór að búa til tónlist, semja mín eigin tónlist, fór í tónlistaskóla, tók nokkur stig í klassísku gítarleik, einhver 4 stig eða eitthvað. Borgargarðurinn er 3. platan sem Matti gefur út. Hann spilar á gítarinn og syngur með sína lífsreyndu rödd og kann best við sig þannig í tónlistinni. Hann fær þó aðstóð frá nokkrum fleirum, þar á meðal frá söngkonunni Fríðu Dís Guðmundsdóttur, oft kennd við Klassart. Þjóðlagasöngvarinn og söngvaskáldið ætlar að minnast dagsins þegar honum var bjargað úr erfiðum sjávarháska með útgáfu plötunar. Sko, ég er búinn að gefa út 2 plötur áður og meðan við seinni plötuna þá er þetta svona, það tekur tíma að finna sinn stíl. Það tekur tíma að átta sig á hver maður er og hvar maður er staddur í þessu. Fyrsta platan var náttúrulega bara ævintýri, sko. Hún var, ég bara svona guttlari með gítar, sko, og ætlaði bara að setjast niður og taka upp nokkur lög, bara einn með gítar. En hún endaði sem hljómsveitaplata. Og ég hafði aldrei spilað í hljómsveit ævina, sko. Það var aldrei meiningin sem við fórum á stað, sko. En það er gaman að hafa gert þetta. En þetta var ekki það sem ég var að leita að. Síðan verður til plata númer 2 og hún er mikið nær því sem ég er sem slíkur. Svo kemur núna plata númer 3 og hún er, held ég, það sem ég er. Ég er bara einn með gítarinn með stuðning á bak við mig. Sem að er kryddið sem að vantar og sem gerir þetta áhugavert. Og fyrir músíknörda, sko, að hlusta eftir hvað er í gangi, sko. Þetta er heill hljóðheimur sem er í gangi, sko. En ég er alltaf fronturinn í því sem ég er að gefa út núna, sko. Og þetta er nákvæmlega það sem ég vill gera og var að leita eftir að gera. Það var skála 20. og fyrsta, nei 20. 20. Já. Það fáðum alltaf appelsín og ég veit að mun eftir rifja upp hvað varst heppinn eða? Já, ég verð nú ábyggilega á ferðinni á olíubílum einhvers staðar. Já. Og það tíðkaðist nú hérna áður fyrir að vera alltaf með fleyg undir bílstjórasætinu. En við bara megum það ekki lengur, sko. Nei. En það er mest að lagi með allt. Já, ég held að. Það var alltaf það. Og er það ekki orðið óáfengt? Jú, það er. Já. En það er alveg fullt tilefni til þess að halda upp á þennan dag. Þetta er mjög merkileg dagur. Fyrir okkur sem lentum í þessum ógöngum, sko. Og í skjóli undir sama runna
hvílir gamall róni lúin bein og við hlið hans situr gömul kona með föggur sínar í pokum tveim og afsíðis situr borgarskáldið hripa nokkrar línur í bók fögur orði ljóðar formi hversu guðdómleg sé þessi borg þau eiga hvergi höfði sína halla suma daga finn ekkert skjól en ég veit guðirnir þau elska og þau að lokum verða englar eins og ég já ég veit guðirnir þau elska og þau að lokum verða englar eins og ég Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra fjölmiðla Víkurfrétta. Við gefum út vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis á Suðurnesjum og á netinu. Við skrifum fréttir og margvíslega umfjöllun og birtum daglega á Víkurfrétta vefnum vaff.is og sömuleiðis golffréttir á golfvefnum kylfingur.is. Við sjáumst í næstu viku. Verið sæl.